kvöld, góði gestir. Ég býð ykkur öll sem erum hjartanlega velkomin á þessa generalpröfu 60. nemendamóts Vesturlandsskóla Íslands. Í kvöld ætlum við í Tívolí og við ætlum að njóta listisenda þess. Við verðum byrja því að heyra fluttan nýjan nemendamótssöng sem sérstaklega var samin í tilefni 60 ára afmælisins. Þar á eftir mun verða annátt félagslýsins séður í spauginu ljósi og honum fylgir skemmtunni sjálf. Ég vona bara að þið skemmtið ykkur öll vel og þið finnið ábyggilega öll eitthvað við ykkar hæfi. Bara góða skemmtun! Eftir helstu atburður sem á daga Vesturlandsskólanema hefur drifið á skólaárinu þar sem af er. Skólaárið í ár fór að staða ósköp venjulegan og vanabundinn hátt eins og það hefur alltaf gert. Laufblöðin voru farin að falla við trjánum, hitastigið að lækka lítið eitt og dagurinn tekinn að styttast. Ung og rjóð andlit nýnemanna voru full af spenningi eftir þau stigu í fyrsta skipti inn fyrir veggi Vesturlandsskólans. Gleði ríkti í hjörtum eldri nemendana yfir því að vera loksins komin aftur í skólann eftir þetta viðburðaríka sumar. Hér og þar mátti sjá hvernig tóku innilegi hendurnar á nýnemönnum og hvöttu þá til þess að standa sig vel á komandi vetri eins og venja er í Vesturlandsskólanum. Kennarar heilsuðust með bros og vör, ennþá yfir sig ánægðir með óvenju góða útkomu á vorprófunum. Þeir rökkuðu til að setja niður enn á ný með jákvæðum og fróðleikslistum nemendum sem voru eiginlega nær því að vera vinir þeirra en einungis lærisveinar. Félagslífið leit út fyrir að fara af stað með miklum ágætum. Enn á ný ætti það að vera Vesturlandsskólanum til mikils sóma. Margar nemendafélagsins Kvasir höfðu mikilla hylli á síðasta skólaári. Því var beðið með eftirvæntingu eftir fyrsta Kvasir þessa skólaárs. Kvasir kom. Eftirvæntingi nemenda hafði ekki verið til einskis. Ringulreið skapaði sína veikja skólans. Skólajöfn brugðust harkalega við. Þess var krafist að ritnum þess ágæta blaðs segði strax á sér, ekki seinna en strax. Fastu með sagt kunnugt þínar raunverulegu ástæður framtíðarinnar. Þetta er alveg ríkar eitthvað. Þetta er versta sem við nokkuð tíma komum rétt hjá. Robby, Óttar, trúið þessu. Það er gersamlega búið að tokka mannúmvittnir í svarinu sem nokkuð. Ég sé búinn að reyna og reyna. Hvað er það við því? 0, 1 stórt 0. Stráður, ótrúlega brjáluleg. Hei strákar, við erum alltaf góðir vinir, er það ekki? Já maður, þetta er með mér. Meina, ábyrðir þetta bygg. Þetta er sko fullblóð, nexti. Allir þessi skólinn er sko fín. Nema þið vita alveg hvað yfir þetta er ekki. Já maður, þetta er með mér maður. Vita maður, those losers when it comes to that bullshit. Já maður, þetta er með mér maður. Hörðu að það bjóð sko engin verkefni að byrja svona maður. Nú fá hausar að fjúka. Já, tímasmenn, allir einir, ein völdur. Hvað er þessu listafélagum minn?
Hvað er að honum? Hvað er að honum? Hvað er að honum? Lestu listamaður, lestu rugli. Já, Róbert óttar mig. Hvað? Er nokkuð vitalausmál hjá ykkur að vera svona lista? Ekki máli varði minn. Eitthvað stendur á listanum? Þetta er aðeins betur. Það vantar mitt. Ég sem búinn að byggja upp töfrar og rekt öll mín ár í Vestló. Þetta er persónuleg árásarni. Ég á að vera þarna ofarlega á listaefni númer 1. Það er skrítandi að vera svinsælt tilraun og ég. Já, veistu að ég býst þetta sé bara rétt hjá þér, en hvað viltu að vera svo gert í svona svívirlegri bók? Að allir vitnandinn eru miklu starf og hefst streknir. En það er ekki fullt mikið. Heyrðu verður mig, þetta þarf ekki að vera dökki fyrir þig. Þú lætur bara valda reka á þér á narvar og ég læt því að fylgja messunni 10 bóðsmjá og 9 dönstöðugar sem borgar fyrir þetta. Ég meina við ertu vinnum okkar, come on maður. Já, 10 með að duga ekki alveg Vilhjálmur minn. Ég gerði náttúrulega séð að ég fengi svona 50. Það spilaði, þú færð 100 en rektu bara þetta helviti snöndi. Rektu það strax maður. Ég er samt farið, við verðum sem ílgóði vinnir okkur, það er ekki það. Það skal aðtóð múli frá mér. Ég verð spá. Kannski að það ekki skrifið í listan. Ekki tekur þetta, sem eru undir röð. Þau gengu í garð og margir áttuðu sig á því að þeir voru kannski ekki eins vel staddir og þeir áttuðu að vera. Grófu sögðu þurftu sem endur í synum borgina. Megnir af verslunarskólanemum spáð falli á jólaprófi. Ég fann mund þegar örvæntingin var farin að grípa sig kom bjargvætturinn. Neyðarkall hafði borist yfir Atlantshafi. Hann, maðurinn sem allt átti smuna og gat kennt hverjum sem slíktið saman. Mættur á Marmaran, lítil á, af bandarískum mættum, Kapteinn Memory! Takk fyrir! Það er gaman að sjá hversu mikið lágur þið hendi hér í Vestlunarskólanum. Ég er hérna Kapteinn Memory mættur til að kynna námskeið mitt í ofurminni! Og við þeir hérna, ég ætla nú að sýna ykkur hversu margslungið verkfæri þessi námskeið eru hjá mér, verkfæri á mann. Ég vil fyrir ykkur að segja mér 3 ár, bara 1 í 1. Síðan mun ég svo virkilega leikið mér að muna þið fram og aftur og baka áfram, endalaust það. Og þú, vilt þú ekki koma í fyrsta ári? Rabbabari! Rabbabari! Sagði rabbabari? Og þú, kom þú með næsta ári? Grill! Grill! Sagði grill? Grill! Sagði aftur orði. Grill! Ég sagði. Og þú hann að sætinu. Nei, ég. Hvað þú mun síðast orði? Bík! Ok. Nú mun ég sýna ykkur leyndardóma ofurminnist. Þetta geta allir lært á námskeiði og fleira. Til dæmis getið þið lært að þekkja alla 13 jólasveina. Alla 13. Og ef þið koma fram á námskeiði, þá getum við að lært í hvaða röðir koma í bæinn. Aftur, jólasveina. Og ef þið komið á þetta námskeið, þá munið þið bara hreinlega allt sem töl er á nefnum. Og það kostar aðeins 66.932 og 70 stefn. Eða nei, 99.532 og 20. Eða nei, ég er ekki svo góður að muna þessa tölur. Þannig að það, og allir reyna að tella í borðin sem þið sögðu þér að. Í réttri röð. Og númer 1. Nei, númer 1. Númer 1 var Barbapappi!
Það vill nú svo til að í vikunni kemur út skáldsagan No Basic, The Truth and Untruth About Basic og þetta 38. útgáfa. Nú kemur til með að vera fáanleg í öllum helstu bókaverslunum á því spottprísi 19.999 og það alveg gjafverð miðað við þennan 20 blaðsíðna flugvélamyndaauka sem í bókinni. Nú og þeir sem ekki kaupa bókina, þeir falla. Staðan núna þannig að hvert stig mikilvægt. Steffer, þú ready? Já. Þá byrjum við að spila díðansmenn og þetta sögurspurning. Hvaða jólasveinn kom fyrstur í bæinn? Getur eftir spurning. Svo sagt, hvaða jólasveinn kom fyrstur í bæinn? Já, það var hérna í Stekkjastur. Nei, það var hinn, þessi með skeggið. Ítt styrður með. Já, hann kjúkasleggi. Nei, þið með það var ekki rétt, þið voru nálægt, það var bróðir hans Stekkjastur. Já, og þá tegnum við næstu spurning til ykkar í þriðja. Þetta einnig sögurspurning. Árið 1949 hrapaði lítil flugur heilt utan Kuala Lumpur með 3 menn innanborðs og 1 púðhund. Spurningin hvað hétu mennirnir fullu nafni, númer góður gallabuxna sem flugmaður var í, hvað hét hundurinn og á hvaða ætt var hann og hvers vegna nauðsynlegt að haldi sér addarum í kafi. Já, mennin sem hétu John Stacey, Roger Fitzgerald og Harold Smith. Gallabuxurnar voru 34 í middu og 32 á síðuna. Hundurinn hét Fifi og var kominn að eðal West Williamseyr-kyni og það nauðsynlegt að halda sér andanum í kafi til þess að fá ekki vatni í lungun að deyja. Þetta var svona hálfrið. Já, þá þriðja komið 5 stig og þá það síðasta spurning sem tímansmenn fá. Hún þessi. Maður var að leika ofsalega sæðan gæja á tískuljósmynd en það var samt að skín í gegn að hann sé svona svolítið töffari sem mikið að værið í undir niður. Hvað á maður þá að gera? Stopp. Ég skal fara þessu. Komið, ég vegi að koma fram. Já, gjörðu svo. Þú ætlum við fá ekki eftir því. Þarna jafnum við tímansmennkenna sem nú spennan í hámarki. Þá var það loka spurning til ykkar í þriðja með henni getið tryggt ykkur sigurinn. Hún hljóðað svona. Hvað voru mörg sandkorn í Sahara-eyðimörkinni eða frá Tallinn samluti eyðimörkunnar sem liggur á randi Súlumanna og hvernig segir maður hvenær kemur rútan á máli búrsmanna í hvaða hæðu? Já, ertu að meina samkvæmt síðustu talningu? Nei, þetta þar á undan. Nú, þá eru þau 698 gigamilljónir, 796 miljardar, 854 miljónir, 721.659. Og maður segir Grár, Beitarvik, Nebjörnsson, hafðu það. Áherslan er svo tókst eftir á síðustu 4 árum því annars væri rútan Karlkins. Þetta var hálfrið. Þannig að við því ekki. Drói, sættu ró, sættu aðeins. Það er bara málið að... Getið lækka aðeins í Stefáni hérna. Það léttu Stefáni í gangi svona. Svita mökkur bara. Djöfns kastið í maður. Það er það bara að minna hérna á undanúrslitin í softballmótinu. Búin að vera light youth mót sko. Nefnum bara í gær og þöndir það matarhóðni. Bara boltanum beint í hettið á pöppinu. Pöppið bara... Hittið einu lauf léttum maður. Dómarinn bara... Blessa! Ég að horfa á þetta maður. Þetta grínast maður! Maður rössa með pöppun upp á hospitalið maður. En sem betur þér var þetta bara nothing sko. Maður var svona light happy maður. Maður var bara að setja í dag stótt og bara staðnum sko. Svo kom nörsinn maður. Þvílíkt
dæling, maður. Með bara boltan. Ég horfði bara eftir henni. Afsakið, letur kökkuð í kartöflunni? Það er svona djúpt, maður! Anyway, leikinn í dag, 4 o'clock, niður í dags hljómskálagarði. Já, heyrðu, minna á að í næstu prímó, balli sveins, on the marmar, haircut, fronta everybody. Jæja, maður rekst á okkur, till walk away. Velkomin. Við Dívansmennar ætlum aðeins að kynna tónlistardag Dívans sem verður núna þessa vikuna. Skipti. Og við ætlum aðeins að fara yfir dagskrána. Skipti. Nú á mánudaginn þá verða skipti. Heavy thrash metal tónleikar. Það sem hljómsveitirnar skipti. Dauði, ræpa og svítarnakkur munu koma fram. Og skipti. Við ætlum að hvetja ykkur öll til að mæta því að þetta eru alveg rosalega melódískir strákar og sem dæmi þá bara við uppsett hjá þeim í Tónabæ núna í 3 vikur. Skipti. Og nú á þriðjudaginn, skipti, þá verða spiluð 10 vinsælustu hip-hop-verk samtímans. Skipti. Þetta verður unglingadagurinn sem við munum að standa fyrir. Skipti. Nú, skipti. Á miðvikudaginn, þá verðum við með leynigest. Skipti. Og það er Siggi Hlöðves sem er leynigesturinn. Og hann ætlar að koma og kenna okkur verkefni að þeyta skífur. Skipti. Og Siggi er einn fremsti plötusnúr landsins núna að mínum mati, skipti. Og ég sagður hafa eitt mesta tóneyr á landinu sem til er, skipti. Nú, á fimmtudaginn svo, þá verða lokatónleikar. Og það er engin annar en stórtoppar en Felix Bergsson sem kemur, skipti. Og hann er búinn að vera að gera þetta á undanfarið og hann er að koma með plötu bráðum, skipti. Og hann er búinn að vera að spila á mörgum góðum stöðum, Fellahelli, Frostaskjóli og eitthvað í Káarheimilinu líka. Og skipti, ég ætla bara að hvetja ykkur öll til að mæta þessa tónleika því að þetta eru alveg, það verður dúndustuð og sérstaklega þið stelpur, skipti, að þið mæti því að við Dívansmenn verðum á staðnum. Skipti. 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 Takk fyrir. Formanns íþróttanefndar. Hvers vegna ertu með svo stóra nefnd? Ég skal svara þessari spurningu Það er bara kliss að tuði snuð svo lengi fram til aldrei. Já, þá langar þess að spyrja þig, Gísla Marti. Hvað var meðan þinn á fjórðardækjaballinu? Einhver sögðu sett einhver stelpa. Ég skal svara þessari spurningu. Meira rugglíma. Ég man ekki hvað ég gerði með hann. Það var alveg dótt hjá mér. Ég ruggar 15 ára. Ég bara man ekki hvað ég gerði með hann. Já, þá langar þess að beina spurningum til Eddu, Rístjórn Williams. Hvað var plakati með Dívansmönnum sem átt að birtast á síðustu? Ég skal svara þessari spurningu. Sko, það er kannski ég ákvað, en ég segi að stjórn Nefndafélagsins ákvað að setja frekar plakat með Milli Vanilli á miðaldum. Loser, man! Jæja, við erum að spyrja Skarphéðinn, formann listanefndar. Hvað var með þinn á fjórðardækjaballinu? Ég skal svara þessari spurningu. Sko, hversu lengi eiga þessar rannsóknir að ganga á meðan? Ég er búinn að segja þér, ég man ekki hvað ég gerði með. Ég er búinn að fá nóg af þessu. Ég setti mér nú í skúfu og glemt á það. Þetta mál er bara punktur og búinn. Ég var að spyrja Skarphéðinn. Jæja. Birgitjörfi, formaður nefndamálsnefndar. Hvað kemur með til að kosta nefndamál? Ég skal bara svara þessari spurningu. Hvað var við að kjafta þér þetta heima? Þú ert búinn að svara þessari spurningu. Ég er með meðan í vasanum og ég er búinn að vera þetta síðan á ballinu. Hanskotið með afíðan. Og spyrja Árni Samuelsson, eigandi Sambíóna. Hvað kostar mig í 3 bíó? Við hvað maður? Hversu oft má ég þurfa að svara þessari spurningu eiginlega? Ég er löngu búinn að svara þessum hanskota. Sko, ég lánaði systurdóttur frænda mér smiðan og hún átti að skila honum aftur. Ég meina, hversu oft á ég segja það? Ha? Nei, segi bara aftur og aftur. Hvar er miðinn? Miðinn er út í bíl eins og ég sagði þá. Ég meina, segja það allan tíma. Ég meina, ætti að vera að ljúga þessu. Sko, miðinn, hann er í skólatöskunum minni upp í stofu. Nei, heyrðu, nú man ég hvað varð helvíti smiðan. Svarbar.
Ég skipti við þarfa skólastiga hérna einu meðan á nýtastanda. Trúið mig. Ég get svo svarað 10 fingur til þess. Robert Sparrow. Robbie Baker! Ísbrottar was unbelievable! Ísbrottar! Ég vildi ekki að sjúkla. Ísbrottar! Ég var að gróta. Takk fyrir. Þið eru góð. Segðu okkur nú, Robert, hvernig tilfinning var það að bera sigur af öllum hinum keppningum? Þetta er alveg ólýsanleg tilfinning. Ég trúi þess að þetta. Og nú ætlar Robert að flytja sigurlagið fyrir okkur enn á ný og stendur nú með honum. Ítt besti sögur á landinu! Krakkar, það voru að stöngbaði mín. Krakkar, getur við fengið að byrja lagið upp á nýtt? Nei, Robert, þú byrjar ekki upp á nýtt. Einu sinni sko meira en nóg. Við eigum íbúðans í eigin reyn. Við eigum von og allt sem dæmt og deyn. Við áttum krakkar, dúfur og drans og kannski breytir í tímans gras. En hvað var ávík og hlifja gras?
Halló, gamli svín. Gamlir refur, gert í bæinn. Hvað vill þau nú? Hvað vil ég nú? Ég vil aðstofsvæðin fyrir 3 tjöld, skotpalla, rúllettu og skjótt. Auk þess vil ég hlutdeild í Parísarklónum. Það ekki sanngjarnt, Frímann. Ekki sanngjarnt? Hveitibjörn, ég reddaði ódýrum leiktækjum í Tívolí. Ég reddaði málingu og steypustyrktajárn á svörtu. Hvað er það? Ég veit, Frímann, ég veit þetta samt. En Ólína samþykkir þetta aldrei. Ég rekk bara Tívolíinu, en Ólína á í landið. Ég skal sjá Ólínu, kallinn. Ég sýndi hann inn okkur bjórgössum. Ég kann á tvennt. Nei, Frímann, veistu, ég bara veit ekki hvort ég get gert þetta, samviskunnar vegna. Auk þessum yfirvöldin leyfa þetta aldrei. Það þarf enginn að vita að ég hagsmuna að gæta þessu, Frímann. Ég meina, þú segir bara að Elmer Bjarkan sé hluthafi. Nei, Frímann, veistu, ég veit það ekki. Engar áhyggjur, Hveitill. Ég sé Ólínu og þú segir það sem ég bæði um. Ég fær mitt og þú fær allt Tívolí. Bara fyrir þig. Þú sér þá, Móni. Ég búinn að sjá mitt, Hveitibjörn. Þú ert laus við Ólínu að eilífu. Frímann, gamli refur. Þá var maður loksins laus við skassinu. Ég reddaði þessu fyrir þú og baðst first thing in the morning. Heyrðu, meðan ég man. Það eins gott að þú munir eftir að hafa leyft hljómsveitinni mín að spila hérna í Tívolíinu, það ekki? Já, auðvitað, Júli. Nú stjórna ég. Nú get ég gert það sem ég vil. Einmitt. Heyrðu, reddarðu mér þá ekki kandiflóstæki í leiðinni? Frímann ekki á frekur. Við vorum búin að gera díl. Útrætt mál. Allt í lagi, Hveitill. Við eigum eftir að vera góðir saman. Þá var maður laus við Ólínu. Nú hef ég Tívolí algjörlega út af fyrir mig. Ég get nefnilega opnað kvikmyndahús á svæði. Já, bíó. Og svo okra ég á miðaröðinu. Hveitibjörn, þú ert snillingur. Ég býð bara öllum í bíó.
Heim í dansskólan, kom. Það er glata. Bobbi kallar fram, kom. Það er glata. Þetta er 15 ára gamalt, þetta er rúið. Við erum búin að tala um þetta. Gleymdu þessi ekki.
Vonlaus maður. Vonlaus hvað? Erum við ekki sem þú? Standa í hvern? Getur ekki eins og sungið lagi? Það verður með þetta hreyfingar svona maður. Sungið lagi? Hvað er þetta sungið lagi? Þetta er óperu tónteimi. Syngja eitt með raskandi. Tónteimi skiptir ekki máli. Þú segir það. Boring! Sé ekki. Þetta er bara fyrir því. Akkurat svona, en ekki svona. Ég meina, hvað viljið þið gera? Við verðum að taka í tauma. Já, hvernig? Já, við bara gerum það sjálfur. Við sögum alltaf gert. Já, allar göttum bara. Þið eru kannski kallar. Ég meina, er ekki stemning fyrir þessu stróka? Já, við bara gerum það stróka. Það verður ekki tvengi í smegin þegar þetta er. Það verður ekki rúta, það verður langkverðarmið. Það verður þetta.
Segðu halló við pabba. Sæll Hafþór. Davíð Copperfield. Heilt hennan áður. Hvernig var því? Því fyrsta til þess að gleyma.
hljómsveitin Spurmenn. Við leggjum áherslu á snyrtilegan klæðaburð og vandaða sviðsframkomu. Hljómsveitina skipa valingunni hljóðfæraleikarar sem nú verða kynntir. Húðirnar lemur sem harðfisk með hárið fagurrautt af írsku þrælakynni Hafþór Ægisson! Æðis ágæta fjalls, Lars Himmelbjörn! Af serísku kyni framsækina ansakaupmanna og stórmúsíkalskra Kristín Stinkársson Propper! Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, e, do, di, da, sol, la, mi, fa, sol. Og íslenska dýrasamið á Bílárvið að fagna að hafa einn hljómsveitarmeðlim á sinni launaskrá. Ættaður frá Borgarnesi Skafti Sævarsson! Má ég kynna britanum borð? Maður kominn á tónlensku fólki af báðum kynjum. Félagshyggju og framkvæmda formúlurinn Frímann Fríhæri! Hvað er sanngjarnt og hvað er ekki sanngjarnt? Sigurjón, þú ert ekki í takt við tímann, maður. Strákar á hann!
það sé ekki vegi að þakka þessum stóra hóp fólks sem hefur tekið þátt í þessari sýningu. Það eru 100 manns sem að taka þátt í sýningunni alls og þá meðtalið kór, dansarar, sviðsmenn, ljósamenn og allir aðrir og ég legg til að þið gefa þeim gott klapp. Stjórnandi kórsins og einnig umsjónarmaður útsetninga er Jón Ólafsson og vil ég klappi sérstaklega fyrir honum. Nú honum til fulltingis er hljómsveitin Nýdönsk ásamt Tómasi Gunnarsinni Vesturkrónu. Leikstjóri og danshöfundur á miklar þakkir skildar. Það er Ástrós Gunnarsdóttir. Annálinn og gamanmálinn milli atriða sáum Gunnar Hansson og Margeir Viljámsson.
Ég vona bara að þið hafið skemmt ykkur vel og takk fyrir.